mikið tónlast á því að fjölbreytileiki sé svo mikill styrkur að sko fjölbreytileiki hefur ekkit sjálfstætt gildi, hann er ekkit gildi í sjálfu sér. Þess að fjölbreytileiki bara góður og slæmur eftir atvikum, sko, hann er ekki dyggð í sjálfu sér. Og fyrir samfélag þá má kannski halda það fram að einsleitni hafi eiginlega miklu meiri kostni heldur en fjölbreytileiki. Sko, ekki þar með sagt, ef við fórum í mannkynssöguna, það er margt stórgóðslegt sem gerist að menningarheimar oft mætast, sko. Og menningarheimar tengjast og jafnvel blandast. En við höfum kannski ennþá fleiri dæmi líka menningar átök og það er líka vegna þess að það er alls konar svona mýtur líka og kreiki menn halda að til dæmis að öll þessi alþjóðavæðing, öll þessi bara heimsverslun, hún bara færi alla saman. Bara staðreyndin er svo að siðurinn og trúin liggur bara svo djúpt hjá fólki og kannski víðast hvar miklu dýpara heldur hjá fólki í Vestur-Evrópu og hún hverfur ekkit í einu vetfangi, sko. Það er alls ekki, sko. Hún getur jafnvel sem við séð, hún getur jafnvel styrst hjá fólki sem hinga flest, sko, og það getur styrst og leið í andstöðu við og andúð á því samfélagi sem að það er flutt til, sko.